Já, við erum komin aftur, við erum með, eiginlega svona sérstaka útgáfu á Rauðaborðinu í kvöld sem að fjallar öllum Bjarna Benediktsson. Það voru hérna áðan að spjalla svona Sjálfstæðisflokkinn og Bjarna og hérna á eftir að þá ætlar Sigurður Magnús að fá nokkra gesti til þess að ræða svona spillingarmál af því að það er nú frægt að Bjarni fór í gegnum mörg spillingarmál og sumuleyti þá má segja það að spilling hafi verið miklu meira til umræðu á stjórnmálatíma Bjarna heldur en nokkuð tímann áður. Þannig að við sjáum til hvað kemur út úr því. En Bjarni hefur náttúrulega verið áhrifamesti maðurinn í íslensku efnahagslífi eiginlega frá 2013. Hann hefur lengst af tímanum verið fjármálaráðherra. Ég held að hann hafi skilað allavega 10 fjárlögum og ég fengi hingað Ásgeir Brynjar Torfason, ritstjóra Vísbendinga til þess að svona veltaði fyrir sér hver er hérna efnahagsstefna og kannski svona ríkisfjármálastefna Bjarna sem hefur haft áhrif á okkur. Og þetta er langur tími að þegar hann kemur inn að þá er stöðuleika samningarnir í gangi ennþá. Þeir höfðu náttúrulega gríðarlega áhrif á bara stöðu ríkissjóðs og stöðu íslensks þjóðarbús. Og síðan hefur hann verið valdamestur maðurinn í því að ákveða hvernig ríkissjóður er rekinn. Verið bent á hann hefur svolítið verið gjarn á að reka með alla. Já. Og þú varst, ég ætla kannski að geta þess að þú varst í hvað fjármálaráði sem að fór yfir fjármála áætlanir og... Já, ég lendi í því að vera svona hafa eftirlit með fjármálaráðherra tíð Bjarna Benediktssonar megni af tímanum. Lögin tóku gildi 2015, þessi nýju lög um opinber fjármál sem er samt arfleið af hruninu. Þannig að við erum nú svona að kljást við hrunið þegar við erum að horfa á þennan ferilhans og það tók þetta mörg ár að setja þessi lög en ég vel til að bakka í það sem þú ert að tala um að hann og Sigmundur Davíð taka við þegar Sigmundur í Framsókn 2013 og notabenni höfðu greitt atkvæði gegn frumvarpinu stöðugleikaframlögin þar sem er lagður grunnurinn að því að kröfuhafarnir skili til Íslands og innlendu eignunum öllum þar að segja að það er svona loka útfærslan á þessum neyðarlögum sem voru sett sem voru kölluð til landskotans með útlendingana. Við reyndum aðeins að koma að þessu hérna í fyrra spjallinu. Já, ég var í sundi. Hérna hvernig Sigmundur Davíð tókst eiginlega svona stela þessari frægðarsól sem að þessu fylgdi. Því að ég man alveg eftir því í kosningabaráttunni 2013 og það var þetta kallað svigrúmið og hitt og þetta. Það sem allir vissu af þessu. Það trúði engin stjórnmálamaður að mætti raunverulega að fara að nefna einhverja tiltekna uppbæði eða ráðstafa þessu fé fyrir en það væri í húsi. Já. En Sigmundur Davíð bara gerði það og margir halda það hann hafi fundið upp sko. Nei og ég meina sko 12. mars 2012 voru samþykkt þessu lög. Ég man alveg ég var að fara flyttingað heim árið seinna sko og þá í raun og veru lagður þessi grunnur. Þetta var kvöldfundur á þinginu út af mörkuðunum og kröfuhafunum. Þannig að þar það er svolítið furðulegt þegar maður hlustar í mainstream-smílunum. Ég var að hlusta okkar pallborð á Vísi og hérna á RÚV umræðunar umfjöllunina eftir að hann tilkynnir hann hætti að þá er verið að segja söguna núna eins og að það hafi verið svo mikil vinna í hans fjármálaráðherra tíð að taka til eftir hrunið sem er eiginlega ekki, því að það er eiginlega stærsti leikurinn búinn 2013. Stór hluti búinn áður en ríkisstjórnin 2009 tekur við. Það eru ákvarðanir sem eru teknar í ríkisstjórn Geirs Haarde sem voru mjög mikilvægar. Og svo er náttúrulega stærsta verkið í ríkisstjórn Jóhannu og Steingríms sem það er kalluð. Það sem er hreinsað til og þessir lög skilin sem er 2012 þannig að þarna er hægt að segja. Sigurjón bað mig að nefna eitthvað jákvætt Bjarna og ég nefndi meðal annars bara svona fráganginn á þessu stöðuleika framlögum og svona því að þó að sé búið að setja ungulinn í fiskinn þá verður eitthvað að draga hann borð og ég meina það er ekki takt að benda á neina stórkostlegar glóríur sem hann gerir við það. Nei og ég meina aflétting haftana sem að ég myndi nú alltaf setja heiðurinn á Má Guðmundsson, seðlabankastjóra sem að reyndar ef við ætlum að fara yfir allan feril hérna svolítið hratt að það var nú eitt af nokkrum tilfellum þar sem að ég alveg hárin risu á hnakkanum á mér þegar að ég var nýfluttur til landsins eftir 10 ár í útlöndum
og Már búin að vera í 5 ár og það búið að vera undirbúa það að aflétta höftunum og þá tilkynir Bjarni sem forstjóri að hann ætli að auglýsa stöðuna og ætli ekki að sem sagt, framlengja eins og full heimil til 2 sinnum 5 ár í þessi mikilvæg eins og var gert við Ásgeir núna. Já, eitt af síðustu verkum Katrínar Jakobsdóttur, hennar arfleið við að ljúka störfum að kynna handbókum siðareglur ráðherra og framlengja 5 ára seinni 5 ár Ásgeirs Jónssonar í Seðlabanka. En að þessu leyti að þess að við höfum verið að hlusta á uppgjör gagnvart Bjarna Benediktssyni, þá nefnd stöðugleikaframlögin og það nefnd afnám hafta og þú vilt halda því til bókar að í báðum tilfellum hann kannski ekki megin leikandi heldur nýtur þess einfaldlega að vera í fjármálaráðuneytinu þegar að niðurstöðurnar Já, ég held að maður þurfa að teygja sögu túlkun og sögu skilning og sögu skýringu ansi mikið til þess að setja þann mið á að þetta sé arfleifð Bjarna Benediktssonar úr embætti. Það er eins og það horfið mér og ef maður hefur fylgst með þessu svona náið frá upphafi þá þetta augljóslega aðrir sem gera vinnuna sem að þarf til að þetta gangi vel. En hann kemur inn í fjármálaráðuneytið eftir ríkisstjórn Jóhann Steingríms sem alltaf kölluð þessu nafni, eða oft kölluð þessu nafni, þótt að flesta ríkisstjórnir fái bara að vera kenda við forsætisráðherrann, kannski þetta hvern fyrirlitning að Steingrímur flýtur alltaf með. Já. En sú ríkisstjórn hafði dregið tilbaka eilítið sumar af skattalækkunum sem höfðu verið á fyrirhrunsárunum og lagt á auðlegðarskatt og bankaskatt og annað slíkt sem að þegar Bjarni kemur inn að hann byrjar að láta þessa skatta fjara út. Þeir voru lagðir tímabundið og ekki endilega með það markmið að þeir myndu endilega hætta eftir 3 ára eða eitthvað svoleiðis. En allavega hann kýs það að framlengja ekki þessa skatta sem hefur lagðið sérstaklega á, en hann fer ekki út í það að lækka aftur tekjuskatt fyrirtækja eða fjármagnstekjuskatt og annað slíkt og nýtur þess að rigna inn peningar inn í ríkissjóð. Já. Og þarna ég búin að vera að leita að hvernig ég að ramma inn þessa arfleiðans og það er erfitt þegar ég er búin að spyrja fólk á rakarastofunni eða í sundi heitapottinum og svona til að heyra. Sem að fer að leita svara. Já, og svona safna inn ólíkri sín, fólk á ólíkum aldri og svona, það er mjög gagnlegt en sko út frá minni innan úr þessum 6 árum í fjármálaráði, ég hætti það 2022 en það í raun og veru arfleifð úr stjórn hans á ríkissjóði í fjármálaráðinu að veikja tekjugrunn ríkissjóðs sem er hinn hliðin á því að segja við kjósendurna sem hann er að fiska atkvæði frá. Ég er búin að létta af ykkur sköttum eða þá ég er búin að veit ykkur styrkur ríkissjóði til að kaupa nýju Tesluna og þið þurfum ekki að borga neitt vega skatt, þið þurfum ekki að borga neitt bensíngjöld. Þannig að ríkissjóður er búin að tapa tekjum af innflutningsgjöldunum, af öllum rafmagnsbílunum, af öllu orku, eldsneitinu sem að þessir bílar þurfi ekki, sem er allt góðar aðgerðir fyrir umhverfið, en vegagjöldin sem áður voru innheimt í gegnum bensínið, að þau voru ekki innheimt af þessu bílum. Og þannig er bara veiking á tekju. Það er meira en það, ég man ekki á hvaða tímabilið það var, kannski í 2013-2016 þá lækkaði líka mikið innflutningsgjöld og tolla. Já, sem að nýttist til að nýja sjónvarpið kosta aðeins minna og hér flættinn drasl frá Alibaba og einhverjum kínverskum netverslunum eflaust hafa heildsalarnir í flokknum ekkert verið sérlega á móti því að þurfa að borga minna af innflutningum sínum en eflaust líka verið fúlir út í að þarna kom miklu auðveldari leið til að kaupa á netinu inn til landsins. En aftur, þetta er veiking á tekjuöflun ríkissjóðs sem að þarf ekkert að vera slæm ef maður er þarna stöðlað betra samgöngukerfi en kannski getur verið slæm ef maður er að stöðla meira bara drasli sem er keypt í landsins sem endar á sorpu eftir smá tíma, ekki gott fyrir umhverfið, en ef þú léttir af gjöldum, skattum eða tekjuöflun ríkissjóðs þá áttu, ef þú ert ábyrgur fjármálaráðherra, að afla nýrra tekna í staðinn
nú eða þá skera niður útgjöld en það sem að hann hefur getað flotið á gegnum megni af sínum tíma að þetta hefur alltaf sloppið vegna þess að hagvöxturinn hefur verið svo mikil, veltan hefur aukist svo mikið, þannig að það hefur komið bara inn meira í virðisaukaskatt, það hefur komið inn meira í tekjuskatt. Svo kallu svona fróðu áhrif, það sem að það er þannig í ríkissjóði vegna þess að það eru samþykktir skattar sem eru hlutfall að veltu eða launum eða eru slíku og svo eru útgjöld sem eru föst krónutala, að þegar það er verðbólga eða þegar það er hagvöxtur, að þá aukast tekjurnar áður en þörfinni fyrir aukin útgjöld er svarað. Fólk skilji þess að það er mikilvægt að fólk hafi þetta í huga. Það er svona eins og þetta er góður tími fyrir fjármálaráðherra þegar það er byljandi hagvöxtur og jafnvel smá verðbólga. Og svo geturðu lagt það á kerfi sem eru vel uppbyggð og höfðu verið hönnuð, ég meina samankortum að tala heitavatnsleiðsluna í hérna Vesturbæinn eða vegakerfi og brýr eða svona, að það er hægt að hlaða meira á kerfið, fá hagvöxt, fá fleiri íbúa í borgina, fá mannfjöldaaukningu, ferðamannaaukningu, en upp að einhverjum punkti. Svo allt í einu verður pípan of lítil eða eins og fólk hefur séð hér sem býr í útkverfum og vinnur með svæðis eða öfugt að allt í einu er bara umferðin í Reykjavík frá því að vera þegar ég flutti til útlandar helmingi styttri allir ferðatímar með að við að búa í svona borg nummer 2-3 í skandinavísku landi það sem að tíminn er þó helmingi styttri en í höfuborg og allt í einu er Reykjavík orðin bara eins og versti ferðatími í Stokkólms, Oslóar, Kaupmannahafnar en þar eru þó til sporvagnakerfi, neðanjarðarlestakerfi, metrókerfi þar sem að megnið af fólki á leið til og frá vinnu getur verið og lesi bók og ekki stappað í bílum í stöppu. Já, eins og einhver sagði að velmegunar ríkir ekki þar sem að fátækimaðurinn á efna að kaupa bíl, heldur er velmegunar kerfi þar sem að ríkimaðurinn notar almenningssamgöngur. Þessum að það er byggt upp þannig. En eitt aðeins í varandi veikja tekjurnar. Það er náttúrulega nefnt þarna afnámin af bankaskattinum og auðlegðaskattinum, afnám á tollum og svo er þetta svona endurgjafir sem að þú varst eiginlega að tala sem er náttúrulega hluti af aðgerðunum í COVID en þær hafa líka verið svolítið gegnumgangandi hjá Bjarna sem er endurgreiðsla á tekjuskatti fyrirtækja gegn nýsköpun eða orkuskiptum og þannig að það er orðið svolítið svona breyting á þessum kerfum þar sem að þau leka alltaf út svolítið tilbaka að fyrirtækin geta eiginlega sótt sér skattaafslátt. Já, ég velt fyrir mig hvernig, að því að ef að Sjálfstæðisflokkurinn þarf nú að fara í einhvers konar endurskoðun og endurhæfingu núna eftir bæði útreiðinni kosningunum og við þessi skil að ég hef alltaf átt svolítið erfitt með að skilja hvernig hinn erki sjálfstæðismaðurinn sem býr í Garðabæi eða Seltjarnarnesi og hvernig hún líður með að vera að fá ríkistyrk til að kaupa rafmagnsbílinn sinn. Eru þau ekki í prinsipun á móti því að ríki sé að eyða pening til neyslu fólks og það er líka Ísfélagi í Vestmannaeyjum og Samherji og fleiri er að fá styrki út af orkuskiptum og svo er það út af svona nýsköpun og svona það er alls konar fyrirtæki sem er að sækja sér styrki tilbaka út úr kerfinu sem að þetta sé miklu og það verið gagnrýnt mjög alþjóðlegum stofnunum að eftirlitið með þessu er í algjöru lamasessi og ég held að það sé líka hluti af arfleið. Já, ég meina það er ef maður horfir á þetta út frá þessi lögum opinber fjármál og eftirlit fjármálaráðs með fjármálaáætlunum og planið sem er verið að setja upp þar 5 ára áætlun, þannig sé ekki allt bara fjárlög hvers árs það sem er verið að tryggja með hlutina að þetta hefur ekki komið nógu vel út á þessum tíma. Auðvitað er fullt af góðu fólki í ráðuneytunum sem að vinna vel eftir þessu og allt það en ég leyfi mér að efast hve mikið hann hafi eitt tími að lesa álitsgerð fjármálaráðs og ég á öllum þessum tíma, bara svona ef maður vill meta árleg stjórnmálamanna að það var bara einn annan fjármálaráðherra á þessum 6 árum sem ég var í fjármálaráðinu og það var nú bara í mjög stuttan tíma þá var hann formað Viðreisnar Benedikt sem var nú líka forveri minn sem ritstjóri vísbendingar og hann kallaði okkur í ráðinu 2 á fund, bæði þegar hann var byrjaður
og síðan þegar við vorum búin að gefa fyrstu álitsgerðin okkar að þá kallar hann ráðið á fundi sín ráðinu og tala við okkur og ég veist, bara, já, maður á ekki að segja frá fundum, en bara mjög gagnlegan fund og lýsir ákveðinni sko stjórnmálalegri sýn og við horfum til svona stofnana þegar fjármálaráð stofnun eins og Ríkisendurskoðun eða umboðsmaður Alþingis sem hafa ákveð hlutverk í leikkerfinu í því að reka samfélag meðan að sko fyrsta skipti í raun og veru sem ég talaði beint við Bjarna Benediktsson var eftir ég hætti í fjármálaráði. Ég mætti honum oft svona á Austurvelli eða í göngunum í ráðundinu og hann erst aldrei á mig, talaði aldrei við mig og hérna heilsaði mér aldrei. Hlýtur að vita að ég væri í ráðinu, ég rekna með því allavega, ég veit ekki, en í svili minn bauð mér inn í Sagaláns á Keflavík og báður að fara á landi í janúari fyrra og þá sko við kaffivélina Halla Tómasdóttir, ekki orðin forseti og með einhverjum manni og ég og hún snýsi við og helsa mér og þá verður svona Bjarni að tala við mig að því við stöndum alveg við kaffivélina að því að Halla er búin að kynna okkur þannig að þetta svona já, birti fyrir mér aðeins eftir á já, honum var kannski bara alveg sama hvað fjármálaráð var að segja það sem að hans ráðuneyti var að gera í opinberu fjármálunum og sko kannski var hún líka alveg sama þó hann væri að veikja tekjuöflun ríkissjóðs ef að það nýttist það var náttúrulega í einhverjum markmiðum sem að honum hlutu hafa verið skýr Herðu, það hrun á Íslandi 2008 og hérna stöðuleika framlögin eru hluti af því hefur örugglega reynt mikið á fjármálaráðuneytið og þann sem að stýri þar síðan kemur COVID sem að er líklega já, þarf því að fara bara ansi langt til þess að finna svona aðra eins þraut fyrir fjármálaráðherra og það voru allir fjármálaráðherrar í okkar heimsluta og langt út fyrir hann sem að voru í því, þú veist, hvernig bregstu við því þegar að sóttvarnar yfirvöld loka atvinnustarfsemi það þarf að loka alls konar fyrirbrigðum og hvað gerir Ríkissjóður þá? Já, þá var ég nú einmitt í ráðinu og þetta var sko mjög spennandi tími fræðilega séð, þetta er eins og já, fyrir jarðfræðinga lendi í eldgosi miðju en og þá einmitt byrjaði ég að koma hérna til þín samstöðum var að byrja og það var ekki búið, ég held að við verið bara að greinast sko fyrst í Íslendingurum með COVID þegar við tölum fyrst saman Já, og þannig ég er nú búin að vera hér og samstöðum var til svo að ég skjóti því inn einmitt út af því í COVID að fólk fekk ekki að hittast og annað slíkt þannig þá notum við sko, það var eitthvað minna rauðaborðið þá til þess að búa til svona samtal sem var eiginlega ekki hægt að halda upp í samfélaginu og notum svo Zoom og ég þarf bara að skjóta því svona neðamálskinn og þetta var sko við höfum gætt þess mjög og við höfum fengið ráðgjöf þegar vorum að byggja upp fjármálaráðið bæði frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og OECD og fleiri ráðum sem ég talaði við gamla kennara mína sem voru í fjármálaráðunum í Svíþjóð og Danmörk og Brussel að sko að það er mjög mikilvægt fyrir þá sem sitja í fjármálaráðið að vera ekki að blandast inn í pólitíkinu og fjölmiðla umræðuna og ég sagði þetta alltaf við þig hérna fyrir öll viðtölin en ég gat talað útlönd og ástæðan fyrir því að ég kom hérna og aukið og svo sem líka í fleiri miðla var það að fjármálaráðin allan heim sko byrjuðu á Twitter, byrjuðu með blogg, byrjuðu að senda út fréttabréf að því að þetta var það mikið sko umbreytingar ástand á opinberum fjármálum í öllum heiminum að það var bara já, viðtekið viðbragð, nú þarf að upplýsa fólk hvers vegna við getum allt í einu eitt svona miklum pening sem við gátum ekki það sem áður mátt ekki, má allt í einu núna og það er ekki bara það megi, heldur að það er nauðsynlegt og það er hinn arfleiðin sem ég bara að eiginlega komast að niðurstöðum í sunduna á það sko að og það sem var það sem eiginlega einna gagnrýni verðast í ferlinu mínum í fjármálaráðinu og ég skal bara segja frá því hér núna fyrir til upplýsingar að ég var komin svo langt að ég íhugaði að senda bréf á forseta Alþingis af því að sko
hér eins og annars staðar voru fjármálareglurnar teknar úr sambandi eins og eðlilegt og eins og klausa að megi á krísutímum í hernaðarástandi, í eldgosatíma eða svona. Fjármálareglur eru kvaðir sem eru á því hversu mikill halli á ríkissjóði má vera einu ári og hversu mikla skuldirnar mega vera sem hlutfall af landsframleiðslu. Já, og hér einmitt og hér eins og annars það voru teknar úr sambandi en þær voru teknar úr sambandi bæði tæknilega ásöldið veikum forsendum en sleppum því aðalega þær voru teknar úr sambandi til ársloka 2026 eða til 1. janúar 2027 það er í svo rosalega langan tíma meðan að til dæmis í Evrópusambandinu var það til ársloka 2022 og svo framlengt til ársloka 2023 að þetta gaf þeim stjórnvöldum bara frítt spil inn í kosningarnar eftir COVID og út allt kjörtímabilið eftir COVID-tíman og meira sé að fram yfir þessar kosningar þó þær hefði átt að vera í vor eða jafnvel þó þær hefði átt að vera í haust að það er búið að taka reglunar hvað hallin með vera mikill úr sambandi fram yfir það, bara koma því yfir á þar næstu ríkisstjórn og þetta þegar við erum örugglega hætt í pólitík hafa þau kannski hugsað, Katrín og Bjarni og það er eitthvað rétt og þetta gífurlega alvarlegt ef maður að hugsa heilbrigði ríkissjóðs og hvernig hann hugsaður og rekinn að þannig bara búið að fresta því að taka á úrvinnslunni af kostnaðinu við COVID þannig að það verður einhverju leyti afleiðans held ég að hafa haldið eyðslunni áfram allt of lengi og dreigja hana saman of hægt. Það nú verið bent á það að það sé ein af ástæðum þess að verðbólga hér langvinnari heldur en í Evrópu. Hún náttúrulega byrjaði seinna hér. En áður en að verðbólgan kemur hingað að þá einmitt út af þessu fjárhustri sem í COVID þá verður hér mikil eignabóla bæði í Kauphöllinni við hliðina okkur. Ég minnir að ég hafi reiknað á þeim tíma að það hafi tvöfaldast verðið í Kauphöllinni bara okkur fáránlega stuttum tíma. Bara fleiri 100 milljarðar urðu til þar úr engu en svo náttúrulega þekkjum við enn betur gríðarlega hækkun á fasteignaverði sem að ýtti undir verðbólgu, þá verðbólgu sem meld og þrýsti stórum hluta fólks með svona lægri miðlungstekjur og þar fyrir neðan út af húsnæðismarkaði og gerði stórkostlegan skaða. Já, og þannig að ég held hvað sem mönnum eða fólki finnst stefnun eða það sem sagt, þú veist að það í raun og veru ef maður vill orða það jákvætt að arfleið hans sé þriðji punkturinn gífurleg snild í svona almannatengsla eða ásýndar hönnun á því að það hafi verið styrk og stöðug efnahagsstjórn þegar hún í raun hafi verið mun verri heldur en efnistóð til að hefði þurft að vera. Það sé búið að veikja tekjugrunnin, keyra hallan meir og lengur, kynda undir hærri og lengri verðbólgu, auka ójöfnuð, eiginlega á svo mörgum punktum sem að síðan kemur á móti eitthvað sem að VFG eða hinni flokkurinn hafa togað, auðvitað var lækkað neðsta þrepið í skattinum, auðvitað var aukið útgjöldin í kjarasamningana og þetta held ég allt punktar sem verða að teljast til arfleiðar Katrínar Jakobsdóttur, miklu frekar en hans Bjarni. Ókeypis máltíðir í skólum. Já, sem lækkuðu verðbólguna og þú veist, en þetta það sem situr eftir ef maður horfir yfir hana feril og svo það ef að þið ágreiðuð skandalana hann á undan eða hérna á eftir sem ég ætla ekki að fara í spillinguna en Íbúðalánasjóðsmálið og Íslandsbankamálið sem eru stór mál og svo uppgjör á lífeyrissjóðana á skuldabrifum Íbúðalánasjóðs aðgerðir sem hann gerir í þessum málum
öllum, sem sagt klúðurinn með Íslandsbankasöluna í fyrsta hluta og öðrum hluta og það sem verið að reyna að gera þannig í uppgjöri á skuldum Íbúðalánasjóðs sem notabene skuld sem sko, margföld á við Icesave skuldina og sem býður bara til kostningarna 2034 þegar Íbúðalánasjóður er hérna gjaldþrota og liggur alveg fyrir. Má rekja til aðgerða ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins 2004 og 2005. Já, en þetta á vakt hans í fjármálaráðuneytinu eru aðgerðir í þessum stóru póstum út úr hruninu sem að voru ekki búið að afgreiða að redda af 2012 eða fyrri stjórnum eða góðum embættismönnum, að þetta held ég að sagan eigi mjög skýrt eftir að leiði ljós þegar öll kurl verða komið til grafar að hafi skaðað gífurlega sko bara beina erlenda fjárfestingu í Ísland að því að sko þegar það koma fréttir og nú hægt að Google Translate allt og alþjóðlega fjármálamarkaðurinn þannig að sko ef að þú ert með land þar sem fjármálaráðherra sem kannski kemur út og segir já, við ætlum nú að fara hérna í smá kennitöluflakk á skuldabréfum Íbúðalánasjóðs sem nú með ríkisábyrgð og við bara breytum því hvernig það flokkað inn í. En það varð ekkert úr því. Telur það að hann hefði valdið skaða með því að koma í yfirlýsingarnar, hann ætlaði einhvern veginn að svína lífeyrissjóðina til þess að gleypa helmingina af þessum skuldum til þess að laga þetta. Að það sé bara stórkostur skaði fyrir lánstraust Íslands og... Já, lánstraust og kostnaður neitt, en orðsporið það sem ég aðalega að hugsa um. Ég vann fyrir alþjóðlegan fjárfestingarsjóði, Skandinavíu, þar sem að stórir lífeyrissjóðir í Evrópu voru að fjárfesta í sjóðunum. Allt í svona snýst hvernig þú treystir annars vegar efnahagsumhverfi landsins að þetta fjárfesti og hins vegar stjórnunin á landinu og stjórnunin á sjóðunum. Einhver sjóðstjóri í lífeyrissjóði í Frakklandi eða einhver starf í Evrópu eða Bandaríkjunum eða í þessina Japan sem les fréttir af því einkavæðing á Íslandsbanka fer til hérna umboðsmanns fjármálaráðherrann ættar að svína á fjárfestum sem keyptu í góðri trú bréf sem eru með de facto ríkisábyrgð. Þeir bara, þú veist, þetta er bara svona rauðflögg, heyrðu já, þetta land nú nær hérna Nígeríu heldur en Noregi í efnahagsumgjörð. En ef við skoðum fyrirlinn, þá var náttúrulega í upphafi þá hvolfast peningar inn í ríkissjóð út af stöðugleikaframlaginu. Svo er COVID, það sem að peningar bara steipast út úr ríkissjóði, þú ert þarna með Grindavík og þú ert með, og þú heyrir alveg hvernig verið að tala um þetta, svona sjálfstæðismenn og fleiri hafa talað um þetta að Bjarni hafi verið góður fjármálaráðherra út af öllu sem hann lenti í. Já. Er hægt að taka svona, ef við taka þetta frá og reyna svona átt okkur á því, hvernig rak Bjarni ríkissjóð svona bara á venjulegum degi? Þá varst að tala hérna, það verið að veikja tekjuöflunarkerfið og þú vísar í það að við erum með innviði sem ekki að virka. Þú tókst gatnakerfi í Reykjavík, ég veit ekki eitthvað á ríkið af því, en við þekkjum öll svona tilfinningu almennings fyrir heilbrigðiskerfinu, að það sé bara miklu lakara en var fyrir 10 árum og er miklu lakara en fyrir 20 árum og þá því lítið að vera að benda á að það sé verið að byggja nýja Landspítala. Við þekkjum umræðuna bara vegakerfið okkar og það er hvergi verið að bora núna og það eru færri lögreglumenn á hverja 100 íbúða núna heldur en var og það eru færri læknar og það er bara eins og allt sé og þetta er kallað innviðaskuld. Má segja það að Bjarni hafi veikt tekjuöflunarkerfið og þar af leiðandi hlaðið upp í innviðaskuld fyrir bara næstu ríkisstjórnir? Það verður sko næstu, ég myndi segja næstu 3 kjörtímabil að vinda ofan af skaðanum sem að hluta til má rekja alveg aftur til hruns eða Íbúðalánasjóðs 2030. Sumt býr hann til, annað eigur hann með því að bregðast ekki við. Og það er mjög mikilvægt í allri stjórnunum þegar maður er að greina stjórnun. Sko. Það að gera ekki neitt er ákveðin líka. Sko. Þú getur ákveð að gera meira eða ákveð að gera minna en líka núllstaðan, það ákveð að gera ekki neitt er ákvörðun eða stefna og það þú getur sko komist í gegnum
eitt áfall eða eitthvað svona óvænt með því að bíða með að laga þakkið eða hérna fresta því að skipta gluggana. En ef þú gerir þetta ítrekað eftir óveður og þú veist, þá það, ég hef tekið þessa líking oft áður, þá verður sko viðgerðin miklu dýrari að því þú ert búin að láta grotna niður, þú ert búin að sleppa því að hérna mála yfir riðið og þá það er svolítið sko... Þú mælir ekki með því, en ég spyr, hver græðir á því? Ég meina, í aðgerðum í COVID, við töluðum eignabóluna og þá verður til svona hugmyndum svona auðlegð hjá hérna betur setta fólkinu. Það var nefndir svona endurgreiðslu í sambandi við rafbílana sem var ekki sett gjöld á, sem aftur kemur inn í kannski svona betur setta fólkið. Það var í COVID var endurgreiðsla á vaski á byggingarstað sem var oft ekki dæmi hér við þetta borða, leiti ekki til fjölgunar íbúða heldur fjölgunar sko sólpalla í Garðabænum. Þannig að kemur svona tilfinningum með auðlegð og það sé bara við höfum það betra hjá kannski svona fólkinu sem er kannski 40% þeirra sem hafa það best og eru líka kjósendur þannig hann að kaupa sér atkvæði með því að stýra ríkissjóði þannig hans kjósendur algjörlega og það það sem að maður heyrir í sko þessum lof, hvað sem að ég var að horfa á pallborðið á Vísi þar sem voru 2 podcaststjórnendur af svona hægri vangnum og borgarfulltrúi flokksins og síðan Aðalsteinn kollegi minn af heimildinni þannig að sko og jável á RÚV bara umfjöllunin sem koma stjórnmálafræðiprófessor og bara dásama þennan öfluga stjórnmálamann og ég fór að sko auðvitað er hann sko öflugur í því að halda völdum sko halda völdum fyrir sig í flokknum undir árásum, halda flokknum við völd, já og síðan sko í einhvern veginn ná sinni stefnu fram þessar ríkisstjórnir hafa alltaf verið litaðar að stefnu Sjálfstæðisflokksins frekar en hinna flokkana og styðja sko þetta er næstu þannig að maður getur fengið á tilfinninguna Sjálfstæðisflokkurinn undir stjórn hans í 16 ára næst lengsti formaðurinn sé orðin að einhvers konar svona lobbysamtökum sem að gæta mjög vel hagsmuna stórfyrirtækjana þú veist, svona reglífar samtöku yfir samtöku atvinnulífsins, samtöku iðnaðarins, þú veist, LIU eða SFS eða hvað þeir heita, þú veist, og þá hérna Garðabæinn, Seltjarnarnesið, vel stæðu hverfin í bænum, gætir gífurlega vel hagsmun og berst fyrir hagsmunum þessara hópa, en sem sko stjórnmálaflokkur með einhver prinsipum, frelsi, atvinnu, þú veist, ég tala við fullt af sko svona minni rekstraraðilum, ferðaþjónustu eða öðru sem að þeim finnst þessi flokkur ekki vera að gera mikið fyrir sig því hann er svo mikið búin að vera að gera fyrir stórfyrirtækin og þessi gamli Sjálfstæðisflokkur sem er með hugmynd svona frelsi og að gæta aðhald í útgjöldum ríkissjóðs sem er stór góðsögn sko, þú ert nú svo ungu maður en Sjálfstæðisflokkurinn er alltaf verið að tala um svona frels og svona, ég er alveg upp í Reykjavík og hérna til dæmis að því að oft verið að vísa í svona brennivín í búðir og svona að þegar að hérna þú máttu kaupa vín á veitingastað á þess að væri sko hótel og getið gistar líka það var vinstri meiri hlutin 78 til 82 eða alla svona breytingar sem að náðu fram það að gera svona daglegt lífi einfaldara það kom aldrei frá Sjálfstæðisflokknum eins og hann var alltaf að verja eitthvað svona hagsmunni. Þannig að ég veit að yngra fólk heldur einhvern veginn að allt þetta dót komi frá Sjálfstæðisflokknum en það frelsi þeirra er oft hérna einmitt frelsi kannski stórfyrirtækja. Já, og þannig að sko þarna er já, ég hef ekki stúdrað Sjálfstæðisflokkinn nógu vel til að en að því að tala um þetta reksturinn á ríkissjóði að við þekkjum hérna þegar Liz Truss kom fram og hún vildi lækka skatta og af því að hún ræði ekki fram hérna með hvað hætti hún ætlaði þá að skera á móti eða afla tekna til þess að mæta þessu að hún ætlaði þess að lækka skatta og auka hallan á ríkissjóði og þá henni var bara hent með það var bara gervallt Bretland fjármálamarkaðurinn sá að þetta væri ósjálfbært refsaði ríkissjóði í auknum áhættu álægi á ríkisskuldinu. Seðlabankinn líka
og hún var farin frá eftir örstutta stund. Já, eiginlega bara korteri seinna sá ég grein í Mogganum eftir Óla Björn Kárason sem var þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins þá. Hann skrifaði að Bjarni Benediktsson hefði lækkað skatta, man ekki hvað hann sagði, sem að næmi eitthvað svona 30 milljörðum á ári og var að tala þá tollalækkanirnar og eitthvað fleira. Á þessu tíma var ríkissjóður ekki með halla. Þannig að þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins var eiginlega að skrifa grein um það að formaðurinn hefði lækkað skatta og bara aukið hallan á ríkissjóði. Og þetta var tilkynnt sem svona eins og eðlileg stjórnmálastefna sem að maður var síðan að lesa bara í heimspressunni að væri bara hafnað í heiminum. Já, en fjármálamarkaðin hér aðeins öðruvísi en alþjóðlegi fjármálamarkaði eða svona heilbrigðir fjármálamarkaðir í Bretlandi eða Skandinavíu. Þannig að það hefur tekist líka, hann hefur gætt hagsmuna fjármagnseiganda gífurlega vel ef maður aftur að reyna að hugsa hið góða úr arfleiðinans það tengist þessu sem ég var að tala áðan þetta sé svona eins og lobbysamtök þessi flokkur, eða gæta hagsmuna berjast fyrir hagsmunum tiltekina hópa án þess að hafa nokkur sans fyrir þjóðarhag eða almannahag varðandi það hvernig maður skilur við ríkissjóð eða efnahagur landsins. Það er húsnæðiskrísi í landinu. Bara þegar við förum inn í þessar kosningar, ég var með þemablaði haust það og þetta var það einhverju kosningamáli í þessum kosningum núna en það er búið að vera hér kerfi sem að byggir á séreignarstefnu á að vera voða gott fyrir verktakarna og þá svona hægri sinnaða, frelsi sinnaða aðila í þessu og það er þversögn í því fasteignar verði að fara upp þá lítur það að þýða að markaðurinn bregst við þannig að það verður byggt meira og komið meira af íbúðum fram. Nei, útkoman er þeir sem eru velstæðir kaupa fleiri íbúðir og leiðar út þannig að það er algjör markaðsbrestur þannig að hugmyndafræðin er svo oft í þverstæðu og skýt með það og við skiljum við inn í kosningar með húsnæðiskrísu þetta er ákaflega furðuleg pólitík eins og ég skil pólitík hvernig maður vill reka samfélag að því þetta er eins og hafi fengið einhver lobbyista bara til að reka ríkissjóð eða reka efnahagsstefnu landsins. Þetta tímabil hefur verið í öllum okkar heimshluta, það var efnahagshrun út allan heim eða fjármálarhrun út allan heim frekar 2008, það var COVID og þetta er náttúrulega mjög spennandi tími fyrir það sem á áhuga á ríkisfjármálum og seðlabönkum og öðru slíku. Það er mikið reynt á fyrri hugmyndir og sömuleyti verið svona eins og sé verið að reyna að finna leið til þess að skipta hugmyndakerfi á bakvið alls saman. Þú skoðar svona þar hæringar sem hafa verið bara í okkur næstu löndum og svo það sem hefur verið hér á þessu tímabili þar sem að án ef að Bjarni Benediktsson hefur áhrifamesti maðurinn á Íslandi á þessu tímabili. Er eitthvað svona sérstakum munur á því hvernig við Íslendingar lærum upp á nýtt í gennum þennan tíma og hvernig aðra þjóðir hafa gert? Já, alveg gífurlegur og hann birtist einna helst í því að hér er sama hugmyndafræðin á bakvið eins og þú varst að vísi í grein Óla Björns og ég hef verið á fundi sem fjármálaráðsmaður hjá efnahags- og viðskiptanefnd þar sem að ég verið að reyna að útskýra forsendunar og baku gagnrýnina og því ég bara haldið fram beint, það er nú víst hægt að lækka skatta en auka samt tekjur og þetta þessi trúir enginn heiminu lengur. Nei, og bara þú veist, þetta ef þetta er Google Translate eða fréttist af þessu, það er bara eiginlega ómögulegt að útskýra það á ensku fyrir einhverjum seðlabankamanni, alveg eins og ég þurfti að útskýra fyrir seðlabankastjóra Svíþjóðar hér þegar þetta ein ríkisstjórnin sprakk þetta uppreist ærumál þegar maður byrjar að reyna að útskýra enda hér það bara pedofælskandal í fyrirsögninni á Financial Times og það er náttúrulega einhverju leyti arflegans þessar ríkisstjórnin sem springa þó að menn vil ekki tala um það endilega í yfirferðinni en ég held að það verður kannski eftir að vera
farið yfir hérna skandala og það er náttúrulega alla ríkisstjórnir sem hann satt í enda í skandölum, það er í Panama, það er uppreisn æru og ég og fleiri vilja halda því fram að þessi ríkisstjórn hafi raunverulega kafnað út af skandalinu í kringum Íslandsbankasöluna. Já, ég get alveg skrifað undir einhvern hlut af því og það er eiginlega það sem hún tókst þó ekki að klára, sem var líklega markmið að klára áður en eru kosningar, að klára að selja Íslandsbanka en það tókst ekki en sko það sem til að víkja að muninu sem varst að tala við önnur lönd, sko, hér hefur einhvern veginn tekist að halda hugmyndafræðilegum breytingum utan úr heimi einhvern veginn fyrir utan landstinnana með einhvers konar hugmyndafræðilegri með fábrotinni hugmyndafræði innan úr akademíu og svona hugmyndafræðilegur umræðu en sérstaklega held ég ástæðan felist í að sko, og það getur verið einn svona arflegar punkturinn sem ég að hugsa af hannum sko, og aftur með stuðningi úr ríkissjóði til flokka og þá mest til hans flokks í að halda upp í einhvers konar almannatengsla sín á að sko geta sko, með hennar stöðu og hallarekstur veikingu tekjustofna að samt keyra í gegnum kosningar eftir kosningar og ná fram fínum niðurstöðum úr kosningum á því að hans flokkur sé flokkur efnahagslega stöðuleika, ábyrgrar rekstrar opinbera fjármála sko, og þetta er bara einhvers konar PR eða hvað maður segja almannatengsla snild í einhvers konar ásýndarsköpun eða glæru tryggsum og já, ég meina góða einhvern sem svona áróðusmeistari en ekki eins góða einhvern já, ég meina og náði hátindi á 13. fyrir árið eða 2 árum þegar að fjármálaráðuneytið undir stjórn Bjarna sendir út fréttatilkynningum að kaupmáttur heimilana í lítilli stjórn og mjög smá letri að þegar ekki tekið tillit til skulda hafi aukist. Já, þegar áður að taka til til skulda. Í gífurlega hæstu húsnæðisvaxta verðbólgu að þetta er eiginlega svona skýrasta myndi hvað er hægt að ganga langt í að mála upp einhverja mynd sem lítur voðalega vel út fyrir ríkisstyrta Tesla-kaupendur í einbýlishúsa hverjum bæjarins þar sem engar húsnæðisskuldir. Þetta virkar áskipurinn, þannig að þú ert að vitna í umræðu sem hefði verið núna eftir að Bjarni sagði af sér og hún er meira og minna í anda þess sem að Bjarni vill. Já, þannig að ég meina Sigurður er að skrifa söguna, þannig að þetta er en mér segja heimildir sko að þetta hafi nú verið einhverjar deildir innan úr flokknum og svona bakgrunnsaðala flokksins sem hafi bara viljað hann sá sang sína útbreyta en hafði ekki stuðning sína félaga til þess að halda áfram. En er eitthvað fleiri sem þetta bæta við? Já, nei, sko, ég var eiginlega bara að hugsa, það var 2 punktar, sko, ég meina, eina arflega hans náttúrulega held ég að hann aftur með mínar heimildir innan úr svona þegar maður er í blaðamennskunni sem ég er búin að vera í núna svolítinn tíma sem ritstjóri þá ef maður er með 2 talningi og maður er með 3 heimildir sem segja það sama þá er það nú svona nokkuð örugt að sko það að og ég ætla eiginlega að skora á þér en að fá þú veist Gylfa Magnússon til dæmis í viðtali eitthvað þess að sko það lá alveg fyrir úr ýmsum áttum að Bjarni hafi viljað fá Ásgeir Jónsson sem seðlabankastjóra, þannig að Katrín skipar hann og það er áhugaverði punktar úr ævisögu Geirs Haarde varðandi það líka, það við staðið til jafnvel fyrr sko, en þarna sko, að því að þar var sko Gylfi Magnússon búin að vera mun lengur í háskólanum búin að vera ráðherra, þú veist, hefði að öllum svona eðlilegum mælikvörðum átt að vera hæfari seðlabankastjóri en þannig tekin inn einhverja og sagan segir að Bjarni hef ekki viljað hann og þannig kemur að Ásgeirinn. Þannig að það er einhvers konar arfleð líka að fyrrum hagfræðingur Kaupþings sem gerur að seðlabankastjóra og er þá síðan á móti honum úr fjármálaráðuneytinu í gegnum COVID og verðbólgutíman. Það er síðan verkefni nýs fjármálaráðherra að takast á við þetta með Ásgeiri áfram. Höfundar verðbólgunar sem eru Já og sko það verður síðan að koma í ljós en sko það er mjög erfitt að festa almennilega hönd á sko hvað skilur hann eftir sig pólitískt
það er allt þessi viðbröð og halda völdum og jáfnvel að vera pöngast í Degi Bjeggesinni borgarstjóra að vinna gegn borgarlínu, þú veist og sem að birtist núna bara í stíplum götum bæjarins, þú veist að sko meðan þú getur skoðað marga aðra stjórnmálamenn, ég hef búin að nefna Katrínu, ef þú skoðar Arfleif Dags Bjeggessonar í borginni með uppbyggingu á allskins breyttri borg með kostum og göllum og gagnrýni og hinu og þessu, eða þú getur skoðað verktakar Reykjavík sem við búum í. Já, ég meina, en líka bara því að ég var með viðtal við Ingibjörgu Sólrúnu í áramótavísbendingu, sko, ég meina, þannig hún er alltaf búin að vera burt úr pólitíkin í 15 ár, en það er gífurlega merkileg arfleifð ef maður skoðar alveg úr, sko, kvennalistanum og borgarstjórnartímanum. Leikskóla uppbyggingin sem Holræsa uppbygging, ég meina það, við vorum að tína hér í bæjarvinnunni á Seltjarnarnesi, sko, dömubind úr fjörum Seltjarnarnes alltaf á hverju vori sem fyrsta verk og nú er þetta að fara í sjósund allt í kringu Reykjavík. Ingibjörg fekk náttúrulega gífurlega gagnrýni fyrir holræsagjöld og skattheimtu og þú veist, á einhverju leiti var þetta nú Evróputilskipunum að yrða hreinsa en sko, það er ágætt að velta því fyrir sér áfram þar til að svona einhver niðurstaða komin, sko, að pólitík á að snúast að taka erfiðar ákvarðanir en svo sérðu hvað þær komu í verka gagn og ég held að ég er búin að reyna að svona greina eins heiðarlega og hægt að það hefur skilað sér til vissra hópa en hvernig það kemur út fyrir þjóðarhagi eða orðspor landsins í alþjóðlegum fjárfestingum er ég mjög svona skeptískur á eða gagnrýninn ennþá. Ásgeir Brynjar, takk fyrir að koma hingað og fara yfir tímabil Bjarna Benediktssonar í fjármálaráðuneytinu, þar sem hann hefur verið helsti áhrifamaður alveg frá 2013. En hérna framundan Sigurjón Magnús ætlar að koma hingað aftur og hefur þá Björn Þorláksson með sér og þeir ætla að fá hingað gesti til að tala spillingu á tímabili Bjarna Benediktssonar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is